Umræða nýtt fjárhagsupplýsingakerfi útgjöld og tekjur fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu á vefnum. Og fyrstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér umfjöllunarefnið nýtt fjárhagsupplýsingakerfi útgjöld og tekjur fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu á vefnum. Þetta svolítið langt heiti yfir það sem kannski ég vildi ræða hér, en sem einfaldlega nóturnar á netið. En fyrir rúmum 4 árum þá fluttum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tillögu það að borgin myndi koma upplýsingum sín fjárhagsmál á netið, og við lögum fram greinargerð málið á sínum tíma þar sem það fjallaði reynslu erlendra þjóða af þessu, erlendra borga, og ég kynnti mig málið nokkuð vel á sínum tíma fyrir 4 árum, og það var örugglega orðið framfarir í tölvumálum og upplýsingamálum síðan. En þá gat ég þess að þá víða erlendis, og nefndu það mörg dæmi, þá væru borgir búnir að smíða kerfi eða kaupa kerfi sem framkölluðu fyrir almenning með mjög auðveldum hætti upplýsingar á sínum fjárhagskerfum, þannig að fólki gæti skoðað kostnað sem væri fyrir hendi í kerfinu og gæti hreinlega bara flett upp hverjum reikningi fyrir sig. Og sem þetta til fyrirmyndar, þá geta skattgreinendur þeir sem borga útvarpsgreinendur Reykjavík sem standa undir þessum borgarrekstri öllum, þá getum við bara séð svart á hvítu þau kæra sig í hvað peningarnir fara, við hverja vera að versla, hvað verið að borga fyrir og svo framvegis. Og það kom mér á óvart á þeim tíma það fjölmörgu borgir út heiminn sem hefur gert þetta, og ríki, hvað þetta var í rauninni ódýrt, kostaði ekki mikla peninga, og í skýrslum sem komið fram þessi mál þá voru menn sammála það að þessi kostnaður hefði skilað sér strax tilbaka, eða skilað sér á mjög skömmum tíma tilbaka, vegna þess að ábendingum bruðl og jafnvel misnotkun í kerfinu þeim hefði fjölgað í kjölfar þess að þessar upplýsingar voru gerðar opinberar, og að þarna gat bara almenningur séð þetta bara svart á hvítu. En við höfum gert þetta umtalsefni hérna áður, og við höfum nokkur sem tekið málið upp að því okkur finnst seint ganga. Á sínum tíma þá var þessi tillaga, hún var samþykkt einróma í borgarstjórn, og það voru síðan ætlaðir 6 mánuðir til þess að það eins og var orðað held ég skila áætlun hvernig þetta gert, og bara daginn áður þessi 6 mánuði liðu þá spurðist ég fyrir mál, og þá kom í ljós ekkert það verið gert, og þá var skipaður hópur. Við gerðum ráð fyrir að verið hópur sem verið pólitískt skipað sem var að fara yfir þetta, en það var ekki gert. Embættismenn voru settir í þetta, og svo hefur gengið ótrúlega hægt að koma þessu málefni í framkvæmd, og hefur ýmsu verið borið við, og það var síðan daginn þegar að Kópavogur ákveðið skref í þessum upplýsingamálum, að mér fannst að fulltrúar meirihlutans þeim hnykkti við, þeim var svolítið slæmt að Kópavogur skyldi vera á undan borginni með þetta, og þá var svona ákveðið viðbragð sem hefur kannski orðið til þess að nú er verið að birta upplýsingar útgjöld og tekjur fagsviða og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar á vefnum. Og bara það er ástæða að fagna því í sjálfu sér. Þetta er vonum seinna, það liðið langur tími, og ég hefði svo gjarnan viljað sjá og ég held að hefði vel verið hægt ef vilja hefði verið hendi, að eftir 4 ár, það eru 4 ár síðan þessi tillaga var samþykkt, þá hefði þetta bara verið gert alla leið. Þetta er að mörguleyti ágætis uppsetning sem er á vefnum, en eftir allan þennan tíma akkur ekki hægt að fá sundurliðun niður á reikninga, eins og var gert ráð fyrir upphaflegri tillögu. 4 ár hafi ekki dugað til þess.
Einhverjir gallar maður sér að það er ekki alveg nógu þjált að vinna með þetta. Það er örugglega hægt að bæta úr því. En ég tel að eftir allan þennan tíma þá hefðu fyllri upplýsingar átt að liggja fyrir. En það væri bara fínt að fá umræðu það hér í dag. Hvernig viljum við sjá þetta fyrir okkur? Fínt að fá þessar sundurlun sem mennir á svið og niður ákveðnar deildir og við sjáum þessar upphæðir, heildarupphæð verslunarvegi Birgja, en lokamarkmiðið hlýtur hins vegar að vera það að við fáum þetta greint niður á hvert reikning fyrir sig. Og líka árið 2012, sem sagt svipað leyti, þá fluttum við tillögu að upplýsingar mál sem væru til umfjöllunar í nefndum, þær yrðu líka settar á netið. Í orði kveðnu er flestar sem við sýslum með á fundum. Það verður opinbert þegar það er lagt fram á fundinum, ekki nema sérstakur trúnaður yfir því. Og eftir fundin þá fólk getur lesið fundargerðir og þar síðan að hringja sérstaklega inn og biðja gögnin. Svo lendum við í borgarfulltrúar á kvölduna helgar að blaðamenn hringja og eru að biðja okkur að senda sér gögnin því að þeir hafa ekki aðgang að þeim. Og við höfum velt fyrir okkur af hverju ekki var bætt úr þessu. Við fluttum líka þetta tillögu fyrir 4 árum og henni var vísað eitthvað held ég bara inn í borgarráð af því að fulltrúar meirihlutann sögðu þá að þetta væri bara að fara að gerast. Við værum að flytja tillögu eitthvað sem væri hvort er að fara að gerast. En nú eru liðin 4 ár og þessi hefur heldur ekki verið framfylgt svo vel sé. Það kom að vísu tilkynning daginn að þetta væri að gerast og ég held að það var að tala að allavega borgarráðsfundargerðir eru með þeim hætti að maður geti flett upp gögnum málsins undir þeim. En ég hef átt erfiðleikum að finna þetta á vefnum og þekki þá nokkuð vel til borgarvefjarins. Ég fann þó undir stjórnkerfis- og lýðræðisráði, þar fann ég upplýsingar sem fylgdu með fundinum, en auðvitað á þetta að vera með bara öllum fundargerðum borgarinnar. Þannig að mig langar til að spyrja borgarstjóra út í þetta, eða spyrja hana þessu tvennu. Hrósunum fyrir að hafa loksins komið þessi framkvæmd að takmörkuðu leyti og 4 ára gamalli tillögu sjálfstæðismanna, ekkur liti framkvæmd, en spyr hann þetta. Hvenær verður tillagan sem var samþykkt fyrir 4 árum, einrómi borgarstjórn, hvenær verður henni framfylgt til fulls, þannig að nóturnar, þannig að einstakir reikningar þeir bara koma á netið, og hins vegar hvenær getum við búist í því að þessi gögn nefnda komi á netið með fundargerðum. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er nú einhver eitthvað getur náttúrulega tækni vafist fyrir fólki, en það er allavega þannig með þau gögn sem að tengjast fundum borgarráðs að það er öllum opið og er einfaldlega undir fundum borgarráðs og það er bara hægt að googla það. Þá kemur það upp. Það er nú þannig sem að þetta er yfirleitt gert orðið. Og þetta er fyrirkomulag sem er búið að vera í gangi núna í allt haust. Byrjaði í byrjun október rétt. Þannig að þetta er nú má alltaf deilum hversu hratt hlutirnir eiga að gerast, en þetta er allavega í góðu lagi hvað varðar þetta ráð þar sem að flestir hlutir fara nú í gegn á endanum, þannig að aðgengi að gögnum borgarráðs er nokkuð gott. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já,
Forseti góða borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessar leiðbeiningar formanns borgarráðs og þetta er alveg rétt. Ég googlaði þetta og þá kom ég upp á síðu yfir þessa fundi og þetta mætti eins og að vera þjalla. Ég held að þetta til þess að finnast bara við eðlilega leit í fundargerðum borgarráðs. Ég held að mætti bæta úr með því að hafa hlekkina á sjálfum fundargerðunum sem birtast kannski að því stað sem flestir leita að þeim. Og svo er þetta í hliðarramma sem er gott að blessa, en það gæti verið betra. Það gæti verið betra eins og ég held að við séum undir stjórnskipunar- og lýðræðissvæði, þar er þetta bara undir, þar er hlekkurinn undir sjálfum liðnum. Það er miklu þjálla. En þar er auðvitað að takast að fjalla það og betrumbæta. En markmiðið hlýtur auðvitað að vera það að þetta eigi við öll ráð borgarinnar, en ekki bara borgarráð. En ég vil síðan bara hrósa formanni borgarráðs og þeim sem þar halda utan um mál að hafa komið í sem framkvæmd. Og ég held að þetta líka þá stjórnskipunar- og lýðræðisráð og ég vil bara hvetja aðra formenn annarra ráða til þess að láta sér verða þetta til eftirbreytni og koma þessu á laggirnar sem fyrst hjá sínum ráðum. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörin lokið. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áskilja sér rétt til bókunar og meirihluti til gagnbókunar einnig. Við göngum til dagskrár.